velkomin á þennan kynningafund námið í skapandi greinum við Háskólann á Bifröst sem það eina sinnar tegundar á Íslandi. Við bjóðum annars vegar upp á diplómunám sem 60 einingar og hægt að taka á einu ári eða á lengri tíma og síðan bjóðum við upp á BA-nám sem 180 einingar sem hægt að taka á 2,5 ári eða á lengri tíma. En það sem sagt fullkomin sveigjanleiki í því hvernig fólk tekur þetta og af því að við erum háskóli á netinu að þá getur fólk auðveldlega raðað þessu í kringum aðrar skyldur sem að það hefur, hvort sem að vinna eða barnauppeldi eða hvað eina sem það kann að vera. Það kennt ýmist í stuttum eða löngum lotum og stuttar lotur þýða að þær eru 6 vikur og á þessum 6 vikum að þá fá nemendur 2 fyrirlestra á viku, 12 fyrirlestra samtals og að minnsta kosti 2 umræðutíma þar sem þeir hitta kennara og samnemendur í svona kennslustofu á netinu og það alltaf ein staðlota í hverju lotu líka. Og í langri lotu sem þá yfir 14 vikur því að það kemur lotuhlé inn á milli að þá fær fólk 1 fyrirlestur í viku og 2 staðlotur. Og fólk þarf svona að vera með stúdentspróf eða sambærilegt til að komast inn, það sem sagt inntökuskilyrðin. Og við miðum við að taka ekki inn fleiri en svona 40 til 50 en við höfum verið að fá svona upp undir 100 umsóknir síðastliðin 2 ár. En svona áður en lengra haldið að þá ætla ég að sýna ykkur stutt myndband þar sem að nemandinn okkar Klara Elías, lagahöfundur og tónlistarkona sem einmitt að klára BA-námið hjá sér núna í vor. Við ætlum að heyra frá henni hvað hún hefur fengið út úr náminu. Ég sótti nám við Háskólann á Bifröst í skapandi greinum af því að mig langaði til að pröfa eitthvað nýtt. Ég hefði alls ekki getað farið í nám nema í fjarnám. Fyrst og fremst var ég búin að læra að ég get verið í háskólanámi sem ég sem listakona held ekki að það ætti við mig. Ég alveg búin að afsanna það fyrir sjálfur mér. Svo ég búin að eignast ótrúlega dýrmætar vinkonur. Á þessu námsári var lagt fyrir okkur að koma með hugmynda einhvers konar skapandi verkefni og ég ásamt nokkrum öðrum listakonum ákváðum að gera hlaðvörp. Okkur langaði til að skoða þau sem eru bak við tjöldin og leggja grunninn á góðri sýningu. Við gefum okkur út fyrir að vera þverfaglegt nám fyrir fólk sem vill starfsframa í skapandi störfum og það mjög víðtækt fyrirbæri. Skapandi greinar eru settar saman samkvæmt svona hagstofuskilgreiningu úr 12 mismunandi greinum og síðan á þetta nám við í mörgu tengt svona bara þvert á allan atvinnumarkaðinn. Það eftirsóknarverðara að fá fólk sem með skapandi hugsun og skapandi nálganir í störfum. En hjá mér hérna í herberginu Örlygur Hnefill frá Húsavík. Hann kvikmyndaframleiðandi og gerir á bæði Eurovision safnið á Húsavík og rekur geimfaraskóla ef ég man rétt. Og hann var í diplómanáminu 2022 til 2023 og svo hjá mér líka Margeir Haraldsson Ardal sem hann frumkvöðull og einmitt í mjög spennandi verkefni núna sem heitir Í Orden og var í öðru sæti á gullegginu og hlaut verðlaun til að fara í aðra
frumkvöðlakeppni í Lettlandi. Hann er frá Flateyri og mér langaði svona að spjalla við ykkur tvo námið þannig að fólk heyri það bara frá nemendum hvernig það er að vera í þessu. Og mér langaði fyrst að spyrja þig, Örlygur. Mér fannst svo áhugavert að fá þig í námið til okkar því að ég vissi að þú varst búin að vera að reka gistiheimili eða hótel og setja upp geimfaraskólann og Eurovision-safnið og allt þetta. Hvað varð til þess að þú ákvaðst að skella þér í þetta nám? Já, það eiginlega, ég var sennilega fljótari að segja hvað varð ekki til þess af því að það var ekki neitt, sko. Það var bara einhvern veginn allt, það rímaði allt við þau áhugamál sem ég hafði og þá vinnu sem ég búin að vera að vinna. Það voru svo margir þættir og það var svo yfirgripsmikið og snerting á mörgum þáttum í sambandi við skapandi vinnu sem mér fannst heillandi. Og þetta voru oft stutt námskeið, maður tók mikið inn í þeim og ég ætla líka að segja bara að sko, í þessum hópum sem maður var að koma, þetta er eiginlega fullkomin blanda af sko, fólki á öllu aldri. Það var stelpa með okkur sem kom held ég bara beint út úr framhaldsskóla og hún reyndar fór í starfsnám hjá Úttón og er bara komin í vinnu þar held ég. Og svo var elst í hópnum var Eiður bassaleikari í Tónmóbíl og maður sem hefur sko gríðarlega reynslu í öllum skapandi störfum og skemmtanahaldi og setja upp stóra sýningar og gat í rauninni bæði funkaði sem nemandi og líka sko miðlað rosalega mikið af sinni reynslu inn í þetta. Þannig að ég ætla að segja, og þá er ekkert hallað á námið, en ég lærði sannlega jafn mikið af samnemendum mínum eins og ég lærði af skólanum. Og það fannst mér gott. Það eru rosalega sterkir og góðir hópar sem koma þarna inn. Já, og það er kannski einkenni góðs háskólasamfélag að þetta er svona samvinna og samstarf allra sem eru þar. Því að ég verð að segja sem kennari hef ég líka verið að læra helling af ykkur nemendunum. Já. Og náttúrulega gaman að sjá Eið svo fara í starf í Hörpu sem hann passaði mjög vel inn í eftir þetta nám. En Margeir, þú ert á lokametrunum í BA-náminu núna og ég var að hugsa, er ekki hægt að skipta okkur í stóru myndinni, Atli? Hvaða sérstöðu hefur þetta nám í þínum huga og hvað var til þess að ákvaðst að skrá þig? Sko ég skráði þetta, ég er eiginlega sammála Örlygi, það var bara allt við allt við námskrona og námskeiðin og allt þetta sem að bara rímaði við allt sem ég hef áhuga á og hef verið að vinna í sko. Og það er kannski svona það sem að já, svona þessi sérstaðan í náminu er kannski þú veist bæði þetta tengingin við samnemendur og þú veist það er ótrúlega tengslamyndun sem búin að verða þar og við kennara líka sem er bara ómetanleg sambönd sem að ég er búin að vera að nýta og mun halda áfram að nýta í framtíðinni. Og svo líka bara þessi, það er kennt svo mikið svona hagnýtanlegt, þú veist, ég er búin að vinna í mjög mörgum raunverulegum verkefnum sem að eru bara, sem ég er ennþá að vinna í, sem að byrjuðu sem verkefni í skólanum. Og mikið af þessu er í rauninni kannski bara tól og tæki sem maður getur síðan nýtt áfram í vinnu og hverju sem maður kýs að fara að gera og það, þú veist, hvort sem það er tengt skapandi greinum eða ekki, sko. Viltu kannski segja okkur aðeins frá í orðinu og frumkvöðlaverkefninu sem að spratt kannski aðeins eða þú fékkst stuðning úr ákveðnum námskeiðum í náminu? Já, ég sem sagt skráði mig í hugmyndarhallup háskólana, þetta er hugmyndarhallup á vegum Gullleiksins og KLAK sem er svona lausnamót og er fyrir háskólanemendur. Og þar komst ég í hóp með öðrum nemanda sem er á Bifröst, hún er í meistaranámi í menningarstjórnun og við erum sem sagt það voru kynnt vandamál hjá fyrirtækjum innan ákveðins geira eða hjá fyrirtækjunum sjálfum og við vorum að vinna vandamáli hjá JBT Marel sem er framleiða vélar fyrir matvælaiðnað
og við erum sem sagt að vinna í þessu verkefni áfram. Þetta verður svona hagkvæmur og stafrænn gæðastjóri fyrir, eða svona gæðastjórnunarlausn fyrir smærri matvælaframleiðendur, sem hópur sem þessir stóru vélaframleiðendur eru ekki að þjónusta, og í þessu lausnum, við sem sagt unnum lausnamótið, og ég held að þú veist, þar kom námið mjög sterkt inn, að þá var ég búinn að sitja námskeið í bæði hönnunarhugsun sem að hjálpar manni að hugsa út frá vandamálinu en ekki lausninni, þannig að maður byrjar á að skoða vandamálið og skilja vandamálið áður en maður fer að ákveða hver lausnin við því er, og svo auðvitað líka bara er ótrúlega margt gagnlegt fyrir frumkvöðlastarf í náminu. Og það var, ég var nýbúinn að sitja þarna tvö námskeið í frumkvöðlastarfi á Íslandi, sem að FÍTA, meðal annars var FÍTA, sem framkvæmdastjóri stofnandi Geosilica í Reykjanesbæ, að kenna það, annað þeirra námskeiða, og hún búin að vera svona ráðgjafi fyrir okkur í þessu verkefni síðan við byrjuðum. Frábært að heyra, og það kannski kemur inn á það sem ég var að nefna, að þetta liggur dálítið svona þvert á atvinnumarkaðinn skapandi greinar, af því að við höfum oft kvikmyndagerð eða tónlist eða annað slíkt í huga þegar við erum að hugsa þetta, myndlist og svo framvegis. Akkurat. En þetta kemur inn á mjög marga svona þverfaglega þætti, og við erum farin að horfa meira og meira á þverfaglegt samstarf. Og það er svona, ég velti sem fyrir mér því ég var að pæla í þessu, nú eru mikla fréttur atvinnuleysi og það er svona ákveðin kreppa og ekki síst í skapandi greinum, og þá getur virst svona dálítið áhættusamt að fara í svona nám. En svona hvernig, og spurning til ykkar beggja, hvernig metið þið það? Hvaða möguleika sjáið þið með þessa námsgráðu sem þið eru með í farteskinu? Þú byrjar að lögur það? Já, sko, það eins og ég kom inn á í bara áðan, það er svo margt í þessu námi. Þú ert að snerta á svo mörgum þáttum, þannig ég myndi segja að þetta opnar í rauninni möguleika á mjög mörgum sviðum í tengslum við skapandi. Hvort sem þú ert að vinna í pjúra skapandi eða umsýslu í kringum skapandi greinar, þú ert að fá mikinn þekking á allri umsýslu líka, þannig að þetta býður upp á störf í kannski opinbera geiranum líka í tengslum við skapandi störf. Þannig að ég met að þetta nám í rauninni opni margar dyr, en svo bara kemur maður bara svo vel undirbúinn úr því, og ég fór bara í diplómuna sem var í rauninni bara 1 vetur, en kemur rosalega mikinn svona grunn út úr því. Og mér langaði að segja, ég var nú að hugsa þetta aðeins áðan af því ég var að fara á fund, og ég var að hugsa sko þegar við vorum að byrja þarna, Anna Hildur, og þú varst mjög markvisst held ég að láta okkur berskjalda okkur í hópnum, sem var svo gott af því að þú myndaði svo mikið traust, og það var kannski grunnurinn að því að við lærum svo mikið af hvert öðru líka. Það myndast, og þú var einstakt lag á því, Anna Hildur, að láta sko byggja sterka hópa saman sem geta lært saman, geta miðlað saman, og það er svo verðmætt að því ég kem með alls konar þekkingu bara sem við hörpuna af því að Eiður var með okkur, og þú veist, ég veit ekki, ég var eiginlega að hugsa það áðan, sko, við vorum þarna í fyrstu staðlótunni, og þá erum við þarna inn í forsetasalnum að Bifrösta, þegar við vorum alltaf þar í lótunum þá, og þú lest okkur svona segja alls konar djúpa sögur, þú fórst með okkur í sko mikið ferðalag, og við vorum að tala við Jóhanna, kona mín sem var með mér í náminu, að sko þegar við komum út, þá voru krakkarnir og viðskiptadeildinni þarna úti, og við vorum öll með tárin og þau bara, hvað er í gangi? Og þetta var bara, og ég er ekki að hræða neitt, þetta var bara stórkostlegt. Þannig að þetta er bara, þú veist, eiginlega, ég ætla að segja sko, fyrir hvað sem er þetta nám gott. Hvort sem þú ætlar að fara í skapandi störf eða ekki, þetta skilur mikið eftir sig og þetta er góður grunnur í alls konar. Já, því að traust og hópstarf er dálítið mikið svona undirstaðan undir. Við erum svo mikið að vinna í hópum. Það er svo Múkisson sagði, maður gerir ekkert einn í þessum efnum. Hvað segir þú, Margeir? Já, því að mér langar að koma inn á þetta, þegar sko ég er ekki ég er ekki með eitthvað svona frumkvöðla bakgrunn, eða þú veist, ég
ég það sem ég hef verið að fást í síðastliðin ár er auglýsingagerð, framleiðsla auglýsingaefni og grafísk hönnun og mikið að halda viðburði og svoleiðis. Og núna er ég að fara í þetta ævintýri, þetta frumkvöðla ævintýri sem mér finnst ég vera töluvert betur undirbúin fyrir núna heldur en ég var áður en ég byrjaði náminu, sko. Og þú veist, af því þetta er ekki skapandi greinar sem ég er að fara út í núna, þetta er bara hugbúnaðarverkfræði og eitthvað svona fyrirtækja rekstur, sko. En námið í skapandi greinum nýtist fullkomlega inn í þetta, sko. Já, nákvæmlega. Finnst einmitt að því nú er verið að leggja áherslu á STEM-greinar sem eru svona raungreinarnar. Mér hugnast alltaf betur að kalla þetta STEAM af því að þá stendur A fyrir að ég held að við þurfum þetta þverfaglega samstarf og nálgun á heiminn eins og hann er að þróast. Klárlega, og skapandi hugsun nýtist bara alls staðar. Hvort það er í banka eða hugbúnaðarverkfræði eða hverju sem er. Já. En Örlygur, ég var einmitt að spá í, ætlaðir ekki að koma aftur og klára bíónámið? Jú, við langar að gera það, við erum ekki búin að finna, það kom eitt barn undir meðan við vorum í náminu og við vorum bara ekki búin að finna tíma til að koma aftur, en þetta er auðvitað, nú er hann að verða 30 ára drengurinn og það sennilega styttist í það að við bara förum að skella okkur. Já, og þá er kannski líka dálítið skemmtilegt að segja frá því að við erum byrjuð að vinna með endurmenntun í einingabæru námi, þannig að frumkvöðlastarfið sem að margir fór í, það er líka hægt að taka það bara svona sérstaklega, þá er það bara 18 einingar í á einni önn og þá er hægt að byggja það ofan á og nota það sem val áfanga þegar fólk byrjar eða kemur aftur, það getur bara byrjað á að taka þessar 18 einingar, við erum líka með 12 einingar í tónlistargeiranum eða tónlistariðnaðinum og þetta er svona nýtt hjá okkur sem að ýtir undir ennþá meiri sveigjanleika. Þetta er líka kennt á ensku, þannig að þetta er svona til að byggja ákveðna brú yfir í að fólk geti komið utan úr heimi í þetta nám eða þeir sem eru ekki íslenskumælandi á Íslandi geti líka sótt námið. Þannig að það eru svona nýjir legokubbar til að byggja ofan á annað sem að fólk hefur verið að gera. En kannski margir af því að þú býrð á Flateyri og hvað er þetta 100 og einhver manna þorp? Það er enda komin að nýjar tölur, það eru sko 220 og 223. Nei, það er rosalegt, það hefur vaxið hratt á stuttum. Mjög mikil fólksfjölgun. Já, en hvernig sér þú fyrir þér að nýta námið í heimabyggð? Því að nú erum við líka dálítið stolt að í Háskólann á Bifröst að vera í rauninni háskóla allra landsmanna og við komum heim til þín frekar en að þú þurfur að sækja til okkar. Hvernig sérðu að þú getur nýttir þetta nám í litlu þorpi eins og Flateyri er? Þó það hefur vaxið gríðarlega, því ég man bara síðustu tölur sem það voru 100 og eitthvað, sko. Já, sko, eins og ég segi áðan, þá hefur verið mikið, þá hefur ótrúlega mikið áhuga að halda viðburði og svoleiðis og ég hef verið að gera það mikið á Flateyri og ég brenn fyrir samfélaginu á Flateyri, sko, það er bara eitt af mínum stærstu áhugamálum er að gera hluti fyrir samfélagið mitt og að efla menningu og skapandi greinar hér. Þannig og náttúrulega þetta frumkvöðlaævintýri sem ég er að fara á stað með núna nýtist náttúrulega vel fyrir það eru sko held ég allavega 4 smáframleiðendur sem ég veit af sem eru á Flateyri, sko. Þannig að þetta já, þú veist, þetta nám er að nýtast mér í bara mjög mörgu sem að ég vil meina sé að efla Flateyri og þú veist, að því að ég hef verið að halda viðburði frá því áður en ég byrjaði í náminu en viðburðirnir eru orðnir þú veist, töluvert betur skipulagðir, betur fjármagnaðir og svona já, bara það verður auðveldara og meira successful að halda viðburði núna eftir að ég fékk þessi verkfæri sem að færi í þessu námi, sko. Og það er einmitt það sem við leggjum dálítið upp úr, það er að búa til þessa verkfærakistu þannig að fólk geti svona átta sig á því
hvað að sækja inn í kerfinu, þannig að fólk átti sig á því líka hvernig innviðir skapandi greina á Íslandi eru uppbyggðir og hvert fólk að sækja til að efla allskyns starfsemi innan þessa sviðs út allt land. En við erum líka mjög tengt rannsóknum og erum svo heppin að hafa getað komið á rannsóknarsetri skapandi greina. Og þar líka gaman að sjá að fólk eins og Klara Elías hefur verið að, sem að var í vídeón áðan, hefur einmitt fengið mikinn áhuga á rannsóknum og ég held að það fyrir mér var mjög mikilvægur þáttur í þessu að samhliða því að þróa þetta nám sem tiltölulega nýtt og fór af stað 2020 að þá þyrftum við að leggja mikla áherslu á rannsóknir af því að þetta svona frekar nýr atvinnuvegur og ég svona held að það kannski líka hafi einhver áhrif. Ég veit margir að þú ert að fara að skoða menningarstefnur og svona nýta þér þá þætti inn í þínu lokaverkefni til dæmis. Já, þetta eitthvað sem að komið smá óvart eftir ég byrjaði náminu að stefnumótun og eitthvað sem eitthvað sem ég hef mjög mikinn áhuga á sko. Og náttúrulega bara ótrúlega mikilvægt sem tæki til þess að styðja við þessa grein sko. Og allar þessar rannsóknir eru líka það, þú veist, það til þess að sýna fram á það, þú veist, þetta ekki bara föndur og dund, þú veist, þetta vinna og bara mjög arðbær atvinnugrein. Já, og svona alvöru lím í samfélögum, ekki síst út í landsbyggðinni. En Örlygur, mér langar af því mér finnst það svo ævintýralegt að þú hafi farið á Norðurpólinn og að þú ert í svona góðum tengslum við sko fjölskyldur frægustu geimfara heims og ekki síst núna þegar við erum nýbúin að vera að horfa á geimfari skotið upp aftur í fyrsta skipti bara í 50 ár. Ertu til að segja okkur aðeins að því hvað þú ert að bralla þarna? Ég langar að byrja að taka bara alveg heilsögur undir með Margeiri það sem að sagði að sko ég held að við séum alltaf líkir, ég hlakka til að kynnast þér, ég kíkjaði sumar á Flateyri, ég fekk svo mikið af eins og orðað þetta verkfærum, ég er búin að vera alltaf fullur af hugmyndum en þetta nám, það kendi mér svolítið agaðri vinnubrögð og það rosalega mikilvægt af því að þú getur verið með, ég held að mjög margir séu stútfullir af hugmyndum en það náttúrulega listað að kunna að smíða úr þeim og láta þær virka og ganga og þetta hefur hjálpað mér alveg rosalega mikið. En ég alltaf að búa til einhver ný verkefni á Húsavík, það sama hér, ég hef rosalega mikla ástríðu fyrir mínu litla samfélagi hér sem þó aðeins stærra og ég sitt með ykkur núna inn í bíósal sem ég að búa til, við vorum að kaupa, það var nú verið að loka bíón í Álfabakka núna áramótin og við keyptum þaðan 40 bíósæti, við erum búin að búa til lítið bíó fyrir heimildarmyndir og svona indie-myndir og erum að fara að setja þetta í gang núna á næstu vikum og vorum að klára bara að smíða salinn. Þannig að við erum alltaf, ég og konan mín að búa til einhver verkefni heima fyrir og eitt af því sem við verðum að gera, við erum að reka söfn og sýningar á Húsavík og höfum verið í ferðaþjónustu lengi en við erum alltaf, það sem við erum að vinna svona, árstíðabundið dálítið mikið, ferðaþjónustan því miður ekki orðin nóg og öflug allt árið kring hér fyrir norðan hjá okkur og þannig að við hefum viljað skipulagt okkar ár þannig að við erum í þessum verkefnum sem tengjast því að taka á móti fólki yfir sumarmánuðina og svo skiptum við gír og förum í skapandi vinnu yfir vetrartímann og það hafa verið heimildarmyndir eða einhver hönnun á einhverju sem við höfum áhuga á eða það segja bara einhverju sögur og núna í þennan seinasta vetur og seinasta sumar reynda líka, það fór nú allt sumar í það, þá vorum við að gera og höfum verið að taka upp mynd leiðangur sem að þeir fóru Neil Armstrong fyrstur á tunglið og Edmund Hillary sem var fyrstur á Everest, fóru saman á Norðurpólinn 1985. Og þetta var saga sem var bara gefin þessu pínulitla safni okkar á Húsavík. Neil Armstrong var mjög svona út af fyrir sig, vildi bara sitt privacy og hann fór einu leiðangur með því skilyrði að sagan ekki sögð fyrr en eftir hann væri látinn. Og það var nákvæmum fjölskyldunar og þeir sem skipulögðu þann leiðangur að gefa hana til þessa litla safn sem við erum á Húsavík. En þetta rísa stór saga sem við erum að fá að segja og við fórum með fjölskyldunar á Norðurpólinn í fyrrasumar.
og vorum að taka upp, vorum þarna í 18 daga að taka við þau og þau voru að segja frá þessum einstaklingum og hverju þeir voru og náttúrulega bara frá þessu ævintýri sem að mjög fáir vita af. Þannig að, en þetta, svona, ég ætla nú ekki að fara djúpt dýpra í þetta, en bara af því að það sko, ég finn svo rosalega mikinn sköpunarkraft alls staðar á landsbyggðunum og mér finnst Háskólinn á Bifröst sinna landsbyggðunum svo vel. Þetta sinnir hann öllu landinu, en ég bara, það kannski, byrju nú einhver að hringja inn, ég ætla að fá að skella á það, afsakið. Heyrið í mér? Já, já, mér finnst bara Háskólinn á Bifröst hafa sinnt landsbyggðunum svo rosalega vel og okkur veitir ekkert af því og skapandi krafturinn náttúrulega eins og þú sagðir, það límið í samfélagunum hérna og þess vegna sko langar mig að segja sko það mjög auðvelt að búa sér til sko jafnvægi af því að það þessi árstíðabundna ferðaþjónusta alltaf mikið, það hægt að búa sér til í rauninni 2 líf, eitt á sumri og eitt á vetri og ég vona fleiri fatti að gera það. Og svo hefur verið svo gaman að heimsækja ykkur hjónina því þið komið nú saman hjónin í þetta, þú og Jóhanna, sem að var líka svo skemmtilegt og þið sáuð svona, já, ákveðin kost í því að geta farið saman sem hjón og verið heima að læra saman. En mér fannst svo gaman að heimsækja ykkur og hefur þótt gaman að heimsækja ykkur á Húsavík eftir að þið voruð í náminu hjá mér og ég fann hvað ég var þakklát líka fyrir að geta fengið aðeins að hjálpa til við að ýta hugmyndum áfram og sjá okkur komast inn á Norðurslóðaráðstefnuna með þessa heimildamynd. Já, takk fyrir það var yndislegt. Við fengum sérst að fara á Arctic Circle í október síðastliðnum. Það var fyrir tilstildi Önnuhildar. Það nú annað líka. Þó að við séum ekki í náminu í það núna, þá erum við endalaust að sækja í þennan brunn bæði í reynsluna úr skólanum og svo náttúrulega í þig og það sem voru kennarinnir okkar þarna á Bifröst og það hefur verið ótrúlegt hvað við höfum haft mikið aðgengi og það náttúrulega ekki sjálfsagt. Það var svona mikið aðgengi af þeim sem eru tilbúinir að gefa manni góð ráð. Þannig þetta eiginlega svona, þetta bæði skóli þetta svona bæði skóli og svona fellowship, myndi ég segja sko. Já, en það held ég að það sem að gildi svona Bifröstar standa fyrir að þetta svona samvinna og frumkvæði og þess vegna erum við náttúrulega líka og ég meina það alveg frá hjartans rótum því ég segi ég læri af nemendum mínum og ég fæ andagift frá svona verkefnum sem ég sé eins og þið tveir eruð að vinna og það svo gaman að geta haldið áfram að spjalla saman og finna að hlutirnir eru að svona þróast og halda áfram að því að það auðvitað það sem að kennaranum finnst skemmtilegast að upplifa þegar verkefni nemenda fara á flug. Já. Þetta kannski líka, ef ég má bæta við þetta svona eitt af það sem ég hefði svona sem var svona skeptískastur með að þú veist að sækja í svona fjarnám var að þú veist fyrir þetta hefur mér ekkert gengið eitthvað brjálæðislega vel í skóla og þú veist og ég hef verið í fjarnámi áður og það gekk bara ekki neitt af því að þá var einhvern veginn var bara verkefni á netinu sem ég átti að vinna heima og svo skila inn og það gekk bara ótrúlega illa en það kom mér svo mikið á óvart hvað þetta þú veist, maður verður partur af skólasamfélagi þó maður sé í fjarnámi, þó ég sé á Flateyri og það engin annar nemandi á Vestfjörðum, skilur það ég samt hluti af skólasamfélagi og þekki kennarana mína og þekki samnemendur mjög vel, sko. Mjög gott. Þegar ég var að hugsa hvort að við ættum kannski að spyrja þá sem eru með okkur í herberginu hvort það sé einhverjar spurningar. Ég sé líka að það alveg þó nokkur að fylgjast með í streymi á netinu og það má setja spurningar inn á Facebook síðuna hjá Bifröst ef einhverjar eru. Heyrðu, ég get tekið líka spurningar úr sal og meðan fólk að ákveða sig þetta langar mig bara að spyrja bæði Örlygur og Margeir og kannski bara Margeir byrjar að því að þú varst að nefna þetta hvort að þið viljið kannski segja eins og hvernig þetta samfélag verður til af því að þetta í fjarnámi af því að það kannski ekki alveg sjálfsagt það þarf svona svolítið að hafa fyrir því en það virðist þá tekist og virðist takast mjög vel á Bifröst. Já, ég get sagt, ég þú veist, ég upplifi bara svo, það náttúrulega svolítið af hópverkefnum
sem sem frábært bæði upp á það að búa til einhvers konar samfélag og að það eru allir í þessu námi svolítið mikið uppteknir oft og þannig að við náum kannski svolítið svona að draga hvort annað áfram þegar einhver er mjög mikið upptekinn og svo í næsta verkefni gerir hann meira. En já, og svo eru staðlóturnar líka stórpartur af því, sko. Að fara á staðlótu og mæta í tíma og hitta samnemendur yfir eina helgi alveg, það er geggjað að ná að tengja svoleiðis og þá nær maður að spjalla í kaffitímanum líka, ekki bara námið sjálft. Og samvinnan líka, kannski sérstaklega í upphafi þegar allir eru alveg svona á fullu, að þá verður svo mikið svona, það er svo ótrúlega frjótt, það er svo hugmyndaríkt andrúmsloft í þessu námi, það eru allir með skapandi hugsun og það verður svo allavega er það mín upplifun, sko, að það hefur bara alltaf gengið mjög vel öll samskipti og svona að vinna saman og hjálpa stað og styðja við hvort annað og svo byggum við til þeir sem eru með mér á ári byggum til Facebook-grúpu og spjöllum þar og hvörtum með verkefnum og segja En svo það verður svona. Já, ég held að það sem að skipti máli hjá okkur að við erum með fjölþætt námsmat, þannig að það hangir aldrei á einhverju einu, það hangir ekki á því að þú sért endilega bestur í að skrifa einstaklingsverkefni eða svara spurningum í munnlegum prófum, heldur byggir það mjög mikið á einmitt að þú fáir kost á að njóta þín í mismunandi og fjölþættu námsmati. Og í skapandi greinum þá erum við með svona byrjunarnámskeið sem heitir hlutverk mitt í lífinu og það er gagngert gert til þess að fólk geti dálítið berskjaldað sig eins og Örlygur kallaði það áðan og geti fengið ákveðna nánd til að kynnast. Við gerum til dæmis, við förum í alls konar leiki og gerum persónuleikapróf og það er sérstaklega gert til að undirbúa fólk undir að við erum öll með mismunandi styrkleika og þegar við förum í samvinnu og samvinnuverkefni og hópverkefni að þá þurfum við aðeins að reyna að virkja þessa mismunandi styrkleika og við höfum fengið til okkar gestafyrirlesara og gesti eins og Ragnhildi Vigfúsdóttir sem er með jákvæða sálfræði og er alveg einstaklega góð í að búa til svona leiki þar sem að fólk fellir aðeins grímuna og fer að átta sig á því hvernig það virkjar ólíka þætti og fagnar því að fólk sé með ólíkar hugmyndir og ólíka hæfileika. Og í þessu námskeiði erum við líka að ýta undir að fólk finni sjálft út úr því hvað það vill fá út úr náminu. Þannig að það hugsi í öllum námskeiðum sem það er í, hvernig get ég nýtt þetta námskeið til að mínar hugmyndir geti svo nýst mér í starfi eða nýst samfélaginu mínu eða nýst vinnustaðnum mínum. Þannig að við erum svona að reyna að virkja fólk í þetta frumkvæði og ábyrgð og sem er allt sem að Bifröst stendur fyrir, það er ábyrgð, samvinna og frumkvæði og við svona höldum þeim gildum dálítið vel til haga þarna á svona upphafsskrefanum sem að fólk kemur inn í og það er alveg úthugsað að þetta er eitt fyrsta námskeiði sem að fólk kemur inn í til þess að það geti einmitt farið að svona haft tíma til að hugleiða þetta, tala þetta saman í hópnum, finna út úr þessu í svona góðu samtali í langri lotu. Örlygur, vilt þú svara líka eða? Já, ég skal bara hafa það örstutt. Ég nefnilega það sem var með námið og eins og margir kom líka inn á. Sko, þetta var eiginlega bara fullkomin blanda af staðalótum og fjarnámi og svo fullkomin að núna þegar það var liðin 3 ár sinni ég var í þessu, ég var búin að gleyma að þetta væri fjarnám, annað heldur.
þetta er svo, í minningunni er þetta svo sterkar þessar lotur að ég var eiginlega búin að gleyma því að þetta var fjarnámsnám, en ég hefði auðvitað ekki getað farið í þetta öðruvísi, sko. Og og þú gerðir þetta bara svo vel að láta hópinn tengjast strax sterkum böndum. Ég veit það frá hópunum sem ákoma eftir, þetta er bara sama. Ég held að við varum eitthvað einstök, en þetta er bara, það er þú sem er einstök. Og takk fyrir það. Nei, takk Örlygur, ég kann að meta það að en þetta er samstarf. Það verður ekki til svona magic nema maður fái skemmtilega nemendur. Töfrarnir verða til í samstarfinu, sko. Heyrðu, það er komin önnur spurning úr sal, kemur frá Facebook og er nemandi sem er einstaklingur sem spyr hvort að við séum með eitthvað feedback frá nemendum sem tala kannski frekar litla en íslensku, og þá kannski getum við expanda þá spurningu bara, þú veist, hvernig er þetta nám ef að þú ert kannski ekki alveg með fullkomna íslensku? Við erum með íslenska málstefnu í Háskólanum á Bifröst, þannig að allt skyldunámi fer fram á íslensku. En þeir sem eru að aðlagast og læra íslensku, við komum á móts við þá með öllum þeim ráðum sem að við höfum, og það er einstaklega góð námsráðgjöf og góðir námsráðgjafar á Bifröst sem að hjálpa fólki að skipuleggja sig í þessum efnum. Það eru líka leiðir til að skoða íslenskukennslu meðfram náminu, en svo erum við líka til að brúa bilið fyrir þá sem að vilja koma inn í háskólanám, vilja byrja, eru kannski að læra íslensku, þá erum við einmitt með þessar 2 örnámslínur, annars vegar frumkvöðlastarfið sem að margir eru búin að vera að lýsa og á við fyrir alla, því að þetta byggir undir þekkingu á aðferðafræði sem hönnunarhugsun er. Og svo bara mjög góða, við erum með Arnar Sigurðsson annars vegar og Fítu Abú hins vegar sem eru rosalega tengd inn í frumkvöðlastarf á Íslandi. Þannig að það er mikið tengslanett þar, og eins með tónlistaiðnaðinn fyrir þá sem hafa áhuga á því umhverfi. Þar eru við með gríðarlega öfluga kennara og það er á ensku og það er hugsað aðeins líka fyrir þennan hóp, að þá getur að vera brú á meðan þú ert að ná tökum á íslensku, þá getur þú setið í þessu og verið að safna þér einingum. Þetta eru samtals 30 einingar á einu ári. En við bara tökum mjög vel á móti öllum og ég hef prófað alveg að vera útlendingur í öðru landi og þurfti að stöðla mig fram úr svona tungumála örðuleikum á meðan ég er að læra tungumál. Þannig að ég er bara mjög opinn fyrir því og við höfum jafnvel í einstaka undantekningar tilvikum leyft fólki til dæmis að skrifa lokaverkefni á öðru tungumáli. Þannig að við erum bara mjög opin fyrir að taka það samtal við fólk og við viljum auðvitað bara mæta fólki eins mikið og við getum þar sem það er. Kæra þakkir. Heyrðu, þá hafa nú ekki borist fleiri spurningar, en það er spurning hvort þið viljið fara með einhver loka orð. Ég sá eina spurningu, það var þannig að ég er hægt að stunda vinnu með náminu. Já, ok, hef ég mist af einhver spurningu? Já, heyrðu, þá er það spurningin, en eigum að byrja á þér, Anna, og svo kannski að Margeir og Örlygur svari, að því að þeir stunduðu nú báðir vinnu með náminu. Já, ég við miðum við að hver eining þýði 20-25 klukkustunda vinnu. Þannig að ef að fólk skipuleggur sig vel og kannski hugsar þetta sem annarkvort hlutanám með fullu starfi eða fullt nám með hlutastarfi, þá er það alveg mjög gerlegt, og þetta nám er hannað utan fólk sem er með aðrar skyldur. Þannig að já, ég myndi segja já, en einmitt gott að heyra kannski frá Margeir og Örlygi sem að hafa prófað þetta á eigin skinni. Algjörlega.
og ef fólk að vinna í einhverju skapandi þá meira þess að getur þetta svolítið sko unnið saman. Það var í nokkur skipti sem ég gat notað eitthvað sem ég var að vinna í á þeim tíma, í rauninni notað sem eitthvað inn í verkefni eða svona máta það við, þannig að það alveg hægt líka að þú ert í skapandi störfum og ég veit það voru fleiri í okkar hópi, Unnur var að gera eitthvað í leikhúsinu sem hún tók inn í námið, þannig ef þið að vinna í skapandi störfum þá það bara ennþá betra. Það bara nákvæmlega sama með mér, sko, ég held að ég hef ekki getað farið í námið nema með vinnu, sko. Ég hef bara ekki haft tök á því. Og ég er búinn að nýta námið mjög mikið í vinnu, sko. Að vinna verkefni í skólanum sem að tengjast vinnunni minni og að sinna þróun á verkefninu mínum eða fyrirtækjunum mínum eða ég vann markaðsáætlun fyrir í einu námskeiðinu og ég hef verið að reyna að nýta námið mjög mikið svona að samnýta vinnu og nám þar sem ég er að þróa verkinu mín, skapa með tækifæri með og vinna það samhliða náminu og sem verkefni í náminu, sko. Og við leggjum einmitt mikið upp úr því að þetta er fræði og framkvæmd og við svona erum stolt af því að vera mjög tengd geiranum. Við þekkjum vel til í fyrirtækjum og stofnunum og þannig að nemendur eru líka stundum að taka starfsnám til 6 eininga, þannig að það gildir sem eitt námskeið að fara í starfsnám. Þannig að já, ég tek undir það og ég er einmitt hvet nemendur mjög til að vera með svona raunverulegu verkefni sem þeir máta inn í fræðina því að það getur verið mjög gjöfult. Ég er líka ekkert viss að það sé hægt í öllu námi af því að þetta nám svo, mjög mikið af verkefnunum eru það er svona frekar opið, maður hefur svolítið svona frekar mikið frelsi, það er einhvers konar rammi utan verkefni en maður hefur frekar mikið frelsi hvað verkefni fjallar í mörgum af þessum námskeiðum. Og ég held að það sé einmitt svona það sem við erum að leitast eftir, það er að það sé sterk tenging á milli fræða og framkvæmdar og við ég hef allavega verið svona hvatamanneskja þess að fólk nýti tímann sinn vel og þess vegna eyðum við alveg heilu námskeið í að skoða svona þetta samtal hver ástríða, hvað liggur ástríða þín, hvað viltu að koma út úr þessu námi, hvernig vilt þú svona hanna námið þannig að það nýtist þér á sem bestan hátt. Og ég held að það sé eitt af því sem að kannski í þessum geira er svo gott stundum að komast í það samtal. Ég tala nú ekki þegar þú stendur á krossgötum. Það eru svo margir sem eru einyrkjar eða búnir að vera víða með marga hatta. Það er bara þakklátt að komast í þetta samtal og ég sjálf átti tækifæri til þess að gera það þegar ég var í Bretlandi í námskeiði sem ég sótti sem stóð yfir í 9 mánuði sem var einmitt þetta samtal sem er kannski grunnurinn að þessu námskeiðum hlutverk mitt í lífinu og hvernig við virkjum ástríð okkar en beislum orkun okkar inn í einhvern svona farveg þar sem við náum að vera að koma þessum hugsunum í framkvæmd því að það er eitt að vera með hugmynd og annað er að framkvæma hana og það eru heilmikil fræði á bakvið það líka. Heyrðu, kæra þakkir. Þá held ég að það sé bara komið tími að loka orð. Vilt þú kannski enda, Anna, ef við byrjum á Örli og förum svo á Margeir, bara eitthvað sem að við náðum ekki að fara yfir? Já, mér langar bara af því þú nefndir það, Anna, að sko ef að það eru hjón eða pör sem spáð fara þá ætla ég bara hiklaust að mæla með því af því að það var svo gott fyrir okkur þetta eins og segir, námið er hannað fyrir fólk sem er með börn jafnvel og mikla vinnu en það var bara svo gott, þetta var svo frábært kvöld sem við Jóhann áttum saman í því að ræða þetta þannig að ég ætlaði bara að nota tækifæri mitt og mín lokhárð ef það er einhver sem er að spá í fari þetta og sér að þetta væri hendur nám fyrir maka þá ekki spurning.
Já, mér langar að segja ef að þið, hérna, ef að þú ert eitthvað sem fær 1.000.000 hugmyndir en ert ekki með verkfærin eða tólin til þess að framkvæma það, þá er þetta alveg 100% nám fyrir þig. Já, og hérna, það er hægt að gera þetta með börn. Ég er með 2 börn hérna, og er að reka fyrirtæki og næja sinni náminu mjög vel. Þannig að það er alveg hægt. Já, ég ætla bara að segja að við erum bara hér til að taka samtalið og vinna saman að því að efla skapandi greinar á Íslandi og ég hef brennandi áhuga og ástríðu fyrir því og vinn með kollegum á Bifröst sem að hafa það líka. Þannig að hérna, ef þið eru með spurningar eftir að þið eru búin að hlýða á þetta, þá bara endilega verið í sambandi og við reynum að greiða leiðir ykkar eins vel og við getum.